Við erum stödd hér á heilsugæslunni í Salahverfi og hjá mér Böðvar Örn Sigurjónsson læknir, einn af þeim aðilum sem reka þessa stöð. Takk fyrir það að taka á móti okkur, Böðvar. Mig langar að forvitnast aðeins stöðina hjá þér og ykkur og í nýútkominni skýrslu er þessi stöð tíunduð fyrir framúrskarandi starf og segir margt það að það hægt að reka svona stöðvar sem einkarekin heilsugæslustöð. Hver galdurinn á bak við þetta, Böðvar? Það nú einhver galdrar í þessu en það gaman að segja frá því að þetta 10. árið sem við erum með að starfa ekki með heilsugæslunni hér í Salahverfi. Og heilsugæslan í Salahverfi komst á laggirnar eftir útboð heilbrigðisráðuneytisins á þeim tíma og það voru 5 aðilar sem buðu í starfsemina og rekstrarfélag okkar sem heitir Salus kom best út úr þessu og við fengum verkefnið. En heilsugæslan í Salahverfi hverfis heilsugæsla og hún sinnir íbúum Linda, Sala, Kóra, Vatnsendahverfis og ungbarnaeftirliti, mæðraeftirliti, skólaheilsugæslu og allt sem venjuleg heilsugæsla gerir eftir ákveðnum samningi. Og við höfum verið lánsöm hér að okkur hefur verið vel tekið og í dag erum við orðin stærsta heilsugæslustöðin í Kópavogi með tæplega 14.000 skjólstæðinga skráða hjá okkur. Við erum með 7 lækna og 9 hjúkrunarfræðinga og yfir 20 manns í starfsliði. Þannig að þetta er í miklum blóma, hefur gengið vel. Það var það. En hvað þetta í höfðatalan? Hvað hún stór fyrir þessa stöð? Áttu við hvað margir koma hingað til okkar? Já, hvað þjóniði mörgum? Hvað eru margir skráðir? Sko, það eru tæplega 14.000. Það alltaf svoleiðis, við erum með mjög nákvæma skráninga því að við þurfum að skila því gagnvart sjúkratryggingum og yfirvöldum hverjir eru á skrá hérna og svoleiðis. Þannig að við erum með tæplega 14.000 sem eru skráðir skjólstæðingar. Það alltaf svolítið tilfærsla. Þannig að fólk sem flytur erlendis eða út á land eða svona lengri í burtu það afskráir sig en íbúar hverfisins þeir geta skráð sig og eru alltaf að skrá sig og það er alltaf að koma svona kannski 50 til 100 á hverjum mánuð þannig að það er svolítil hreyfing af fólkinu. Já. Þannig að þetta er svolítið breytilegt. Já, en þegar svona mikill fjöldi til staðar þá náttúrulega verðið þið að skera ákveðið eða búa til ákveðin ramma utan þetta þannig að þið þjónið bara þessum hverfum og það er forgangs. Já, í dag það þannig að við getum ekki skráð hjá okkur aðra en eru íbúar þessara hverfa. Í upphafi þá vorum við að taka fólk svona úr nágranna bæjarfélögunum og við höfum svo sem við höfum ekki sagt upp þeim sem eru innan Kópavogs. En við höfum þurft að segja upp fólki sem eða beina þeim að skrá sig hjá sínum stöðum sem að flytja lengra frá okkur. Það svoleiðis og kemur sjálfsagt til með að verða þannig að því að hverfin alltaf að stækka og samningur okkar segir til það að við höfum skyldur gagnvart þessum hverfum, fyrst og fremst. Já. Hvað sérðu í framtíðinni? Þetta kemur væntanlega til með að halda áfram? Við vonum það. Við höfum samning við sjúkratryggingar til 2 ára til viðbótar og þá erum við búin að vera 12 ár og þá samningurinn í rauninni komin á enda en við vonum það að hér það verður örugglega heilsugæslustöð hér í framtíðinni en við vonum að það verði með þessu rekstrarmódeli vegna þess að ég tel það og við fleiri að þetta hefur gengið bara mjög vel og skjólstæðingar að vera ánægðir og reksturinn hefur gengið vel. Áttu von á því að ríkisvaldið fari meira út í þessa einkareknu heilsugæslustöðvar? Ég vona það þarf að brjóta þetta upp, að það þarf að vera hagkvæmt að sinna fólkinu, að hafa þetta meira opið og
sem ég tel að þetta rekstrarform bjóði upp á, að ég er viss að það kemur, og það hefur verið að koma meira í kringum okkur. Noregur, Svíþjóð er að færa meira yfir þetta form, gera heilsugæslustöðvarnar meira sjálfstæðar rekstrareiningar, hvort sem það eru eigendurnir eða rekstraraðilarnir, eða hvort það eru minni félög sem reka eða jafnvel sveitarfélögin. Þetta er orðið of stórt batteri eins og er í dag, tel ég. Já. Það var og segir Böðvar Örn Sigurjónsson, læknir á heilsugæslustöðinni Salahverfi. Við þökkum hann kærlega fyrir að taka á móti okkur.